Þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Flugdagurinn verður haldinn hérna helgina og til mín eru komnir þeir Hörður og Davíð, velkomnir. Takk fyrir. Takk. Hörður, þú ert stjórnarformaður Flugsafnsins. Viltu segja okkur aðeins frá þessum degi? Já, flugdagurinn hefur verið haldinn síðan 2000 með hléum og svona að bjóða upp á það að almenningur geti komið og séð flugvélar á flugi og standandi jörðinu og fengið að ganga í kringum þær og slíkt. Er það ókeypis inn á safni kannski? Ekki núna, nei. Það kostar 1000 krónur, það lækkað aðgangseyrir. Og þannig erum við að setja upp svona smá aerobatik og setja gamlar vélar í gang og svo aftur líka svona, þetta er svona fjölskylduvænt líka, við erum að bjóða upp á vöfflur og við geta sest inn og í skjól fyrir norðanáttinni og svona. Er eitthvað að fara í svona sýnisflug, útsýnisflug? Já, það er boðið upp á það. Circular mun gera það en það fer alveg eftir veðri. Í fyrra vorum við líka með það, ætlum að bjóða upp á 9 vélar Icelandair Connect, en það var svo lítill áhugi fyrir því að það gekk ekki. Það eru svolítið stórar, er það ekki? Já, það taka 70 manns. Fólk vil kannski fara bara í svona einhverja litlar svona sem geta farið í hringi. Það er misjafnt, hvort að fólk vil fara í stórar eða litlar. Já. En þú ert kominn allavega sunnan, Davíð, til að taka þátt í þessum degi. Já, ég hef verið viðriðað þetta í mjög mörg ár. Já. Í gamla daga þegar við vorum bara í einkafluginu og Flugklúbbur Akureyrar sáum við það, sem núna tekur bara þátt í þessu með safninu. Og ég hef það gaman að þessu og búin að vera að þvælast í þessu síðan 1977. Að já, ég gerir mig frí alltaf í kringum þessa helgi. Flýgur hingað? Nei, ég keyri bara. En þið eru báðir flugmenn? Voru það, ég er ekki lengur. Hættur að fljúga? Það heitir einkaflugmenn. Ég seldi mína vél þegar ég flutti þann. Já. Þá máttu taka hvað marga farþega með þér? Já, það er upp í 19 farþega. Já. Það er þyngdartakmarkanir á hvað vélin er stór og þung. Já. En svo megum við ekki taka neitt gjald fyrir það. Nei. Er Akureyri, myndið þið segja, Akureyri væri svona kannski mekka flugsögunar? Er þetta ekki eina safnið flug á Íslandi eða hvað? Jó. Svona merkilegt, þetta er merkilegasta safn í flugsögunni. Hvað er svona merkilegasti gripurinn haldið á safninu? Það er erfitt að taka eitt fram yfir annan. Já, það er eins og að gera upp á milli barnanna sinna. Já, þannig er náttúrulega þristurinn sem er náttúrulega komin í toppstand, DC-3 og síðan náttúrulega Fokker 50 vél landhelgisgæslunnar. Náttúrulega þristurinn, nú vitum við kannski ekkert alveg hvað það er. Nei. Getið útskýrt. En þetta er gamli þristurinn sem var hér í áætlun og var á undan Fokker 50 vélunum. Já. Og þessi vél var áburðarvél og það er búið að gera hana núna þannig að það er hægt að sitja hérna sæti og hún er í toppstandi. Hún flýgur bara enn þann dag í dag? Já, að vísu kemur hún ekki til með að fljúga núna því miður, hún verður bara á jörðinni niðri. En við verðum þarna með og það er þarna vél frá 1937 sem flýgur í staðinn. Já, og er það alveg óhætt? Já, hún er í toppstandi líka. Hvernig getið þið verið svona vissir? Það er búið að prófa það. Ok, bara í vikunni? Já. Skoða. Er það partur af svona starfseminni á safninu að bara svona viðhalda þessum flugvélum, þannig það sem geta flogið? Nei, það er ekki inn á sviði safnsins. Heldur er svið safnsins að skaffa umgjörðina að það megi koma, því að aðkoma að öllum flugvélum í öllum heiminum í dag er orðið þannig að fólk fær ekkert að koma og klappa flugvélum eða ganga upp að þeim, nema séu að ganga borð bókstaflega sem farþegar. Þannig að sú aðstaða sem að safnið býður upp á er að eigendur vélanna komi og hafi þær inn á svæðinu og þar með megum við leyfa fólki að ganga inn í þær og skoða þær innan og utan. En svona merkilegasti gripurinn sem við munum sýna núna á þessari flugsýningu núna í ár er Poseidon vél sem að bandaríski flugherinn er að nota eða fara að nota. Og hún kemur hérna klukkan 2 á laugardaginn og lendir og vonandi fáum að fara inn í hana. Og það grip höfum við ekki séð. Hún er svona álíka stór eins og Boeing 737, 9 vélar, Max vélar. Sem er mjög stór. Sem er stórt, já. Og hvað hefur herinn að gera með svona stóra vél? Þetta er nýja Kappadalita-vélin sem þeir alltaf fara að taka eitthvað, fylgjast með Rússum hér í kringum landið. Okay. Og er staðsett á Keflavíkurflugvelli. Já, er það? Já. Hefur þú verið að þjónusta það? Já. Já. Og þessi dagskrá, hún er á laugardaginn, flugdagurinn er á laugardaginn og hefst klukkan? 1, já, og stendur til? 4. Og það er lifandi dagskrá allan tíman. Já. Það byrjar á módulum milli 1 og 2
og síðan bara kemur pósturinn klukkan 2 og síðan þetta bara koll af kolli. Og merkilegast í þessu að það verða þarna 5 vélar sem eru samsorta, byggðar af sama manninum. Já. Frá grunni. Það hafa aldrei verið hér áður saman. Já, það fengnar utan úr heimi? Nei, bara hér. Þetta alltaf íslensku reikisteyri. Íslendingur sem smíðaði? Já, 5 vélar. Verðum við ekki að nafngreina mannin? Jú, hann heitir Árni. Erum við núna að tala um mótor fyrir geði? Nei. Nei, við erum að tala um alvöru flugur. 1 og 2 manna vélar. Ok, ég vissi ekki að maður getur bara smíðað þetta heima hjá sig. Jú. Árni Sigurborgsson heitir maðurinn sem að smíðaði þetta. Og það eru allar flugfærar? Alveg ótrúlega fallegar. Þetta er svona sem gert í Vestmiðju. Já, hérna. Það er ástæða til að renna við og kíkja. Já. Það borgar maður eitthvað inn, eða er þetta ókeypis aðgangur að svona flugdegi? Nei, það er 1000 krónur inn og safnið er innifalið í leiðinni. Akkurat. Þannig að það er að gera fyrir þá sem ekki hafa séð safnið þá, slá 2 flugur. Já. Og ef maður er heppinn getur maður komist í útsýnisflug, eða myndir maður borga fyrir það? Já, það er sér. Já, það er bara auglýst á staðnum. Já. Akkurat. Eitthvað fleira sem þið viljið koma að varðandi þennan dag? Ekki til maður bara segja akkuringum að koma og skoða þetta vegna þess að og gestum og gangandi sem eru hérna í bænum vegna þess að, eins og ég segi, þetta er mjög merkilegt safn og alla athygli skilið. Já, akkurat. Við erum að opna nýja sýningu á laugardagsmorguninn, þarna rétt fyrir sýninguna þar sem hafa verið sýnd starfsemi flugfélags Norðurlands sem hefur ekki verið gert á þennan hátt áður, sem var flugfélag hér á Akureyri sem var ekki í 24 ár, án nokkura stórslysa og gekk bara vel Og ertu þá inn í sýningarsvæðinu? Já, það er bara inn í safninu, þannig að það er hluti af flugdeginum. Svona sýning inn í sýningunni? Já, ok. Heyrðu, þá bara þakka ég hjartanlega fyrir komuna og hvet alla til að mæta á flugdaginn niður á flugvöll. Takk fyrir. Takk.